Velkomin aftur í enska málfræði með Ödda. Þá er það núliðin tíð. Núliðin tíð er notuð til að tala liðna atburði sem hafa áhrif á nútíðina. Núliðin tíð er sem sagt nútíð sem fjallar eitthvað sem gerðist í fortíðinni. Hún segir hvað við höfum gert áður. Núliðin tíð þarf hjálparsögn. Og sú hjálparsögn er to have, í myndunum annaðhvort have eða has. Aðalsögnin kemur síðan á eftir í þriðju mynd sagnarinnar. Dæmi: I have been to Spain. Þetta hefur þau áhrif á nútíðina að maður veit hvernig að vera á Spáni. Jenna has studied English. Þess vegna getur hún lesið ensku. Þannig að það að hafa lært ensku hefur þau áhrif í nútíðinni að hún getur lesið ensku, talað ensku og svo framvegis. Spurningar sem að myndaðar eru í núliðinni tíð, þar að segja já og nei spurningar, myndast þannig að annaðhvort have eða has kemur fremst í spurningunni. Svörin við spurningunum innihalda síðan líka annaðhvort have eða has. Dæmi: Have you tried my pizza? Og svarið er yes, I have. Have you been to Russia? No, I haven't. Þá er komið að henni sívinsæla the bottom line. Núliðin tíð talar liðna atburði sem hafa áhrif á nútíðina og hjálparsögnin sem notuð er have eða has. Góðar stundir, þangað til næst.